hingað við Rauðaborðið komin hún Greta Óskarsdóttir, bætiefnaráðgjafi. Við ætla að ræða eins við hana rakaskemmdir og myglu. Velkomin Greta. Takk fyrir að fá mig í viðtal. Já. Gaman að koma. Já, hérna þú hefur sjálf reynslu, þú hefur upplifað það að vera fyrir rakaskemmdum eða myglu. Já. Segðu mér aðeins frá því. Fyrst ég held að ég hafi að minnstakosti 3 svarur mygluveik, en það var ekki fyrir 3. skipti sem ég áttaði mér á tengingunni. Fyrst líklega var ég ólétt af tvíburum. Já, að fara þetta nær. Já. Fyrst þegar ég hef upplifað mygluveikindi að ég held var þegar ég var ólétt af tvíburum og bjó heimi á mömmu minni. Og mamma fekk krabbamein í heila, systir mín fekk mjög alvarlegt MS og sjóntaugabolgu og ég var alltaf kastandi upp á svona meðgöngu, þetta var mjög erfitt svona heilsufarslega séð. Svo flutti ég út úr þessu húsi og mamma á endanum bara eftir 3 ára baráttu við krabbamein dó og systir mín flutti annað. Og við seldum bara þetta húsnæði að því ástandi sem það var og með fyrirvara þyrfti að gera við það. En þá hafði fundist svo svartmygla inn í fataskap hjá mömmu þegar hún var í meðferðum við þessu heilakrabbameini. Og það var ekki fyrir þá að við áttum okkur á að það geti verið eitthvað tenging eða það væri kannski eitthvað sem þyrfti að laga í húsnæðinu. Þá hafði lekið eitthvað inn þak og bara fór að birtast annað bak við skápin, eitthvað leki sem var inn í veggjum. Og þetta var náttúrulega eldra húsnæði. Þar held ég hafa verið mygluveik fyrst og það hafi haft áhrif á þessa meðgöngu sem ég var í. Ég endaði að fæða fyrirbura mjög mikið fyrir tíman og missa hana barnið. Og til að fletta inn í þessa sögu þá var líka á þessum tíma að barónstíg áhættumeðgangan og það komið mjög mistök upp þar. Ég fekk ljósmóðir sem var greind sem með krabbamein, svo var alltaf eitthvað ný ljósmóðir. Og það var myglu ástand þarna líka barónstíg. Í húsnæði. Já, og svo þetta er svolítið merkilega saga því svo á ég tvíburana mína og kvennadeildin er búin að vera með rakaskemmdir og myglu mjög lengi og mjög viðvarandi, þú veist, þannig að þetta er svona, þetta er búið að vera samfélagi búið að vera svo gegns í stað og við kannski gerum ekki þessa tengingu fyrir löngu síðar. En allavega, svo næst þegar ég var veik þá leiði ég gamalt hús, efri hæð og ris með sem hafi síðan 1946 eða eitthvað með upprunalegri eldhúsinnréttingu, þá var ennþá kartöflugeymslur þarna og svoleiðis. Það var engin sýnileg mygla en þetta var allt bara mjög gamalt og upprunalegt og bara trégólf með dúk yfir og barnið mitt fór að vera mjög kvíðið og fá mikið að hefðatröðu, ég fór að fá mjög alvarleg heilsufarsköst. Ég byrjaði að fá missa kristallana úr innra eyranu og missa jafnvægið og þurfa að liggja í gólfinu og kasta mikið upp og fá rosalega bólgur í innra eyra og ég var að fara aftur upp á spítala út af þessu. Ég fór að fá ofsakviða líka og ég misti hluta heyrnarinnar líka á þessum tíma. Út af þessum bólgum í innra eyrum. Og bara alls konar svona vanlíðan, við erum mikið af flensum og bara veikindum sem að jafnaði sig ekki fyrir en við fluttum í annað húsnæði sem var nýrra, sem var búið til 1982. Svo gengur bara vel í eitthvað tíma, ég eignast annað barn og búin að gifta mig þarna, ég var einstæð móðir áður og eignast svo annað barn, þá ég 2 börn og hún verður svo lasin. Bara frá því hún fæðist bara og er alltaf grátandi, er alltaf vansæl, með mikið bakflæði. Svo byrjar hún að fá fæðu og þólu ofnæmi fyrir næstu allri fæðu. Hún grætur svo mikið á næturnar að ég og fyrirverandi þurftum að skiptast á að ganga með hana. Hún var svo rosalega óvær og hún var með ofnæmi og óþol fyrir allir fæðu nema nokkurum próteintegundum, nokkurum olíutegundum og flestum ástöðum grænmeti sem hún gat þólað. Annað þoldi hún ekki. Hún gat þólað eggjarauðu líka, þannig ég þurfti alltaf að vera að elda fyrir hann eitthvað rosa stórfellt fæði. Hún var sérfræði í leikskóla og þetta var svo slæmt að hún var bara komið með umönnunarmat í rauninni. Hún var bara langveik. Og að því ég var bætiefnaráðgjafi þá var ég að reyna hitt og þetta og hún
og fyrirhandi maður minn var með mjólkuróþol og svona og ég var alltaf að reyna að finna út úr sko hvernig við getum verið hraust og þekkti bætiefni, þekkti næringafræði vel og svoleiðis og var alltaf að skoða rannsóknir og eitthvað og síðan fór ég bara að fara markvisst til lækna bara rannsaka öll ofnæmi sem við öll getum verið með. Ég hafði þarna farið í endurhæfingu hjá Virk. Ég vissi þá ekki, það var mikla í vinnustaðnum mínum og ég var farin að finna fyrir því líka, hafði farið í endurhæfingu og verið með mikið bakverkjum, fyrirhandi maður minn hraut mikið. Síðan bara, og var með fæðuóþol sjálfur sko. Síðan eignaðist ég annað barn óvænt og hann byrjaði að sýna sömu einkenni og dóttir mín. Og þetta var svo líkt að mér fannst það vera eiginlega ómikil tilvílun að það var ekki bara genetíst. Svo var ég að googla allar þessi einkenni og þá fór ég að koma upp sko, já, húsnæði og fæðuóþol, húsnæðisvesen. Þannig að ég fekk úttekt frá Eflu og hann kom og gaf okkur ráð hvernig við ættum umgangast húsnæðið, hvernig við ættum umgangast og þvo þvottavélina og uppþvottavélina og hafa loftun og hitt og þetta. Svo sagði hann, ég sé hérna í Svefnherberginu, það einhvern tímann hefur lekið hérna, það svona smá rakaskemmt hérna, en hún mælist þurr. Þegar það svona, þó þessi þurr, þá gæti verið mygla eða það gæti hafa þotnað alveg. En ef það rakt, þá veit maður að það rakaskemmt eða mygla, en ef það þurrt, þá veit maður ekki hvort það sé þotnað eða hvort það sé rakaskemmt eða mygla. Og hann sagði að það þarf opnin og þennan vegg við tækifæri, þegar þið hafið tök á því. Þannig að við fórum í að fjármagna það og fengum bara að það sem við fundum sem helstu sérfræðinga á landinu í þessum málum, sem sagt að gera við og skoða svona hluti og við fengum þá líka aðra viðgerir leið eins og skiptum gamlan við á sölunum og svona en þeir tóku bara, þú veist, ætlaði að kíkja undir baðkar, bara allt sem getur verið grunnsalegt. Það var smá rakaskemmt, þetta voru mikið svona þakgluggar, þetta voru 2 hæðum við sjóin, svona eiginlega svolítið svona pentáslega íbúð, mikið á svona þakglugum. Og þeir fóru bara markvisst, þau tóku, það var smá svona rakaskemmt undir einum og þau tóku bara allan vegginn hérna, gera nýjan, opnuðu undir baðkarið, það var ekkert að sjá þar. Svo var ég að segja, já það eitthvað skrítin lykt undir parkettinu hér og svo fór ég í búðina og þeir bara eitthvað svona, og þegar ég kom heim og voru búin að brjóta allan múrin í veggnum hana og ég bara, hvað í gangi? Ég bara svitnaði, þetta ruglaði, þetta verið dýrt sko. Já. Og ég held að ætla að lyfta hans parkettinu, þú veist, og ég fann það svolítið áhyggjufull, þeir eru ekki að finna neitt og fólk voru að hugsa að þið eru eitthvað svona ímyndunarveik og eitthvað svona, þú veist, akkur er það að gera þetta, börnin ykkur að veik, akkur er að gera þetta allt við húsnæði fyrir marga milljónir. Og þá komst þeir að ég lyktin þarna á parkettinu hafa bara verið einhverjum gömlu lögnum, opna lögnum og svo þurfti bara að fara að múra yfir þetta seinna og ég bara, oh my god, ég var farin að renna með 2 grímur, akkur eru að fara allir þessi fjárútlát, við hljótum bara verið ímyndunarveik eða eitthvað. Svo fóru þeir upp og fóru í svefnherbergið og þá bara bingo, sko, þar var fullt af myglu undir korkparketti og inn í vegg, þarna undir svona velúrglugga, þar sem að lekin hafi verið. Og þá voru eitthvað svona ekki nóg þétt þarna í þakinu og það voru svona rendur sem hefði verið inn í klæðningunni þarna inni, bara af myglu og mygla í plötunni sem var þarna kofariði og svo þarna undir gólvefni sem var svona korkparkett, sást ekkert ofan á, það sást ekkert sýnilega. Nei. Og það var undir þarna og svo hefði örugglega líka lekið inn við höfðagafli hjá hjónarúminu, þar voru gluggar, það hefði örugglega ringt þarna inn einhvers staðar, bæði inn velúksgluggan og inn þessara glugga og það var mygla þarna undir korkparkettinu en ekkert að sjá á ofan. Veist, þannig að við höfðum í rauninni verið mygluveik, þess vegna örugglega þurfti ég að fara í endurhæfingu með svo illt í bakinu og ég var svo oft þreytt með síþreytu og barnið mitt var svona rosalega veikt. En sko, þeir kunnu rosalega vel, þeir plöstuð fyrir alltaf þá búið tæma all húsgögn út og svona áður en þeir opnuð. Þeir eru alltaf í búning og með grímur og þetta eru sérfræðingar, sko. Og þeir eru með svona neikvæðan loftþrýsting og svona filter, þannig að það kom aldrei menga loft út og þeir gerðu þetta rosalega fínt. Þeir tóku sko í 3 hollum húsnæði alveg í gegn
og líka inn á aðra veggi og svona tjekkuðu hinu herberginu og bara og við settum flísar, marmaraflísar og parkettflísar og allt svona miklu öruggara gólfefni. Þeir þéttu þessar rakasperrur til að koma veg fyrir leka síðar og svona. Gerðu þetta hús alveg upp á nýtt og heilsun okkar batnaði hver skipti. Alveg bara hver skipti sem þeir gerðu við. Fyrir því, já. Og svo vorum við bara mjög heilbrið, sko. Bara eins og Superman, þú veist. Og börnin, hvernig var með ofnæmisdæmið? Þau rjátluðu staðið með tímanum. Hvað er það? Af því að, en svo, nú er ég búin að læra rosalega mikið. Ég er búin að lesa fullt af rannsóknum og byrjuði að, þú veist, gefa kefir og það læknaði mjólkur og þá leið og þú veist, svo, sko, barnin mín, þessi stelpan mín, hún byrjaði að þola allt, en lengi var hún með óþol fyrir glúteni, soja og mjólkuvörunir fóru því ég gaf kefir mikið og það hjálpaði mér mikið þannig að þau mistu öll mjólkuróþolið við það. Síðan var þetta glúten og soja mjög lengi. Svo datt sojað út og bara glútenið þau byrjuði að þola það bara í fyrra. Krakkarnir mínir þessi 2. Þannig að nú þóluðu allt. En það sem tók við þá var mygla í skólum og leikskólum. Já, sem verður náttúrulega bara pláa í dag. Bara var landlega á þessum tíma. Þannig að hún var að veikjast þannig sem leikskóla. Svo fórum við í einkarekin leikskóla og þar var rosalega alvarlegt vandamál sem að var ekki viðurkennt fyrst í fall. Þannig að ég var alltaf einhvern veginn stóð alltaf uppi með að þurfa að sanna að það væri mygluvandamál hérna. Að þetta var svo mikið tabú á þessum tíma. Þetta eru 3-4 ár síðan. Þá var þetta ennþá mjög, þú veist, ef maður sagði mygla, þá fór fólk alveg bara, þú veist, var mjög svona tabú og skömm og fólk var mjög mikið úrræðaleysi, vissi ekki alveg hvernig þetta bregðast við og þetta var svo stórt og þetta var svo erfitt einhvern veginn að maður skildi alveg bæði skólastjórnendur, leikskólastjórnendur, starfsfólk og foreldrar áttu bara oft erfitt með að tala þetta. Hvað þá, þú veist, að síðan búið aðgera áætlun eða við hvernig á að tala og tala við borgina og tala við þetta og svo með einkarekna skólan og leikskólan þá er náttúrulega öðru sér boðleiðir líka og þetta er svo mikið peningur og fjárhæðir sem eru þarna undir og heilsa, þannig að þetta var mjög þrúandi. En að því að ég vissi það sem ég vissi og ég var komið með svona skynjun á myglu, þú veist, maður ekki verið svo myglu mælar eftir svona og ég var bara, það mygla hér og svo er ég bara búin að veri. Hefur eitthvað kennt það, hvað gerist? Að því nú er það alveg vitaði mitt að þeir sem að hafa þess að orði veikir að myglu verða svo miklu sensitífari. Það er mjög algengt, en það er mjög misjaft. Þetta er svolítið misjaft eftir fólki, en þú ferði eiginlega ekki betri myglumæli heldur en suma þolendur sem að getur skynjað strax. Þú veist, mín viðbrögð við myglu eru eiginlega strax. Þannig að ég finn viðbrögð, einu sem stóð ég á kassan með IKEA og ég sagði að ég finn myglu og ég bara, hvernig getur það staðist? Svo leit ég upp, þá var viðarplata með leka í. Þú veist, beint fyrir ofan þig. Já, beint fyrir ofan mig og ég bara, þú veist, þetta er bara eins og svona einhver skynjun. Fyrrandi maðurinn minn, hann veit þetta ekki fyrir hann fara exem síðan kvöldið. Þá fattar hann, ég var í miklu einhver staðar í dag, nú er ég komin exem. En hann finnur ekkert, nema kannski hjartslátt eða eitthvað, þú veist, þannig að það er misjaft hvernig fólk skynjar þetta. En það er örugglega þannig að kerfið er, ok, hér er skaði, nú ætlum ég að kenna þessari lífveru að þekkja skaðlegt eða eiturefna umhverfi. Þú veist, það eru náttúrulega bara kannski eins og dýrin sem að finna lykt og bragð ef það er eitthvað eitur sem þau að forðast. Akkurat, það er og það er sko ég veit líka bara fólk sem tvagfólk sem er búið að lendi miklu sjálft. Það notar þetta fyrst, svo tekur að vísindin og beitir því á rýmið af því þau eru búin að skynja og það er eitthvað off hérna. Hvar er það, þú veist. Bara eins og hundar hafa verið notaði stundum í svona miklu þó að það sé svona mjög umdeilt siðferðilega að vera að setja dýr í þessa vinnu sem ekki velja það sjálf. Þannig að, já, en þá fór ég í þess að baráttu eða svona, ég var alltaf að lendi í svo aftur og aftur og þurfa að sanna að mygla sé skaðleg, þannig ég fór að safna rannsóknum og safnaði rannsóknarsafni að í samskiptum við skólastjóra
bæði í gagnfræðaskóla, grunnskóla, leikskóla, einkareknum og ekki einkareknum. Ég var alltaf að lenda í þessu að vera svo sem að segja hvað er búið að gera, þú veist, og eins og til dæmis í Hagaskóla, hún var búin að vita af þessu vandamáli mjög lengi og reyna að fá þrýsta á í borginni. En svo náttúrulega var ég líka í pólitík og var byrjuð þarna að vera virk í Pírötum, þannig að ég náttúrulega vann með þeim svolítið og ég vann með fullt af fólki bak við tjöldin, þú veist, fólki í fólki sem að voru læknar, fólki í pólitík, bara í að fá umbætur fram og þau voru flest með mínar rannsóknir til þess og líka bara foreldrar sem voru berjast fyrir börnunum sínum og svona. Þannig að ég var alltaf að senda þetta skjal út um allt, nú það komið á netið, þannig að bara hægt að senda link, þú veist, og það fór að vera meðvitund af því að það voru svo margir sem fóru að lendi í þessu og fatta að þetta væri þetta og svo margir sem áttu ættingja sem hefur lendið í því líka. Og í borginni þá voru Pírötur unnu bara náið líka, þú veist, ég átti fundi með þeim og þær voru svona farið hvernig og þær voru framalega þess að komið því áleiðis að var verkferill sem fór í gang þar sem að það þurfti að fara bara eftir ákveðnum viðmiðum þegar svona mál koma upp. Svo þetta sé ekki bara alltaf random og finna pjóli hvert einasta skipti upp og nýtt. Og núna ég í stjórnmálum í Garðabæ og það alveg til dæmis, Garðabælistin var með fyrirspurnir rakasímtur og myglu og úr svörunum kom til dæmis að það væri mjög sniðugt að fara að búa til verkferill fyrir þessi mál í Garðabæ líka. Þannig að það vonandi bara á dagskrá. Það alveg svakalegt miklumál í miðgari. Í skólan, í Flataskóla og fleiri skóla. Já. Og þarna eitthvað spurningum hvort það hafi verið einhver skýrsla sem að síðan þarna í Flataskólamálinu. Það var gerð einhver úttekt þarna 2019 og framkvæmdi einhverju skoðun en svo fór þessi skýrsla eitthvað vitlaust skráð og þau var ekki fylgt eftir sem skildi. Ég var aðeins verið svona inn í því máli en sko núna eftir á en sko þarna fyrir 3 árum síðan var landslæðið svolítið öðruvísi sko. Ég ekki að verja Garðabæ þá að fylgja að einhvers þar stoppaði eitthvað sem átti ekki að stoppa, veist. Og hver þarf að gera þetta upp í sína samvisku því það kostar rosalega mikið að fylgja svona málum eftir og stundum missi fólk vinnuna eins og á þessum tíma. Viðkomandi hefur örugglega geta mist vinnuna að fylgja þessu allarleið eftir svona skýrslu, þú veist, og það var alveg, fólk að leggja sér rosalega mikið svona fórnir að fylgja svona málum eftir eins og ég gerði þarna í einkarekna skólamálinu. Nú gerist á þessum tíma, sko, ég held að sé 2017 og þá kemur í ljós alveg svakalega megla í gamla Kársnesskóla í Kópavogi og skýrslan að mér skilst svo ljót að það var bara ákveðið að birta hann ekki heldur bara að rífa skólan. Já, og ég tók þessu umræðu bæði innan Pírata og utan í sambandi við Fossvogskóla. Fólk þannig fyrst þá fólk bara nei, þú rífur ekki heilan skóla, þú veist, og eitthvað. Það bara rosalega dýrt, en þú veist, ég var eiginlega á þeirri línu að stundum er bara best að rífa og byggja eftir nýjustu stöðlum og svo bara láta skólan vinna inn sko kostnaðinn, að því ef þú byggir með ákveðnum nútímastöðlum, mikið á forvörnum, þú veist, að því svo kom í ljós með Fossvogsskólan, það var eins og það væri bara endalaust af vandamálum og vesinni og er ennþá. Og sumar þessar byggingar eru bara sko illa beigðar frá upphafi. Já, og eitthvað mikið að í upphafi. Já, það er svolítið erfitt að lappa endalaust upp á. Þetta eru sýktir byggingar hlutar, þú veist, og það þarf að gera þetta rétt til þess að þetta borgi sig. Og það þarf líka að greina hvort að það borgi sig að gera við eða hvort það borgi sig að rífa og byggja upp og nýtt. Það þarf eiginlega svolítið mikið að koma til þess að vita hvort borga sér meira, þú veist, og það er líka það sem hefur hindrað okkur svo mikið, bæði fyrst sko skömm og fólk vildi ekki tala um miklu og eitthvað svona og svo bara þessi gríðarlegi kostnaður, að því það sem gerðist var bara eftir hrunið er að viðhald sat á hakanum í opinberu húsnæði og jafnvel einhverja húsnæði, það var náttúrulega allir vinna átak sem fór í gang til þess að halda
vinnandi stéttum í svona framkvæmdavinnu í vinnu og fólk væri svona að viðhalda húsnæðinu sínu en eins og opinberar bara sveitafélög og ríkið bara letu mjög mikið sitta á hakanum af því það var ekki vita hversu hættulegt heilsun það gæti orðið sem að síðan reyndist vera mjög hættulegt og líka ekki nómið það heldur að ef þú lætur húsnæði byrja að spillast þetta eins og ef þú ert með drep í fingri og það byrja að smitast þú veist þetta borgar sig alls ekki þú þarft að útrýma sýkingunni sem fyrst og fjarlæga þessa byggingarhluta því að því meira sem það drabbast niður því minni líkur að getur bjarga húsnæðinu að því þetta eru svo sýkingar sem fara svo að sýkja hina hlutana og sýkja og þú veist þetta er svona kross-sýkingar og síðan bara vera skemmtir svo miklar að þá bara fer ekki, því fyrir sem gripir inn í því meira borga það sig þannig að, og líka bara forvarnir að byggja vel og byggja heilbrigt og það er sem að Halldóra Mogensen hefur stundum talað að hún sé hrædd við og ég líka að byggja hratt og jafnvel vistvænt það ekki alltaf að byggja heilbrigt það ekki alltaf það sama það þarf svolítið að passa upp á þessi heilbrigt líka svo kappið byrja okkur ekki alveg ofurliði og svo þurfum við að fara að gera við eftir x mikinn tíma og svo skiptir líka máli hvernig hlutir er settir saman og þessi reynsla en eins og já þannig að það þarf að huga að mörgu en eins og Alma Möller sagði það var málþingum betri byggingar og eitthvað svo leiðis og fór rakaskemmtur og miklu og hún sagði sko þú veist það sem borgar sig mest er að byrja á að passa að við getum haft heilbrigða byggingar. Af því ef þú ert komið sýkta byggingu, það er svo rosalega erfitt að þú getur verið hjá 16 læknum, þú getur verið á mörgum lyfjum, þú getur verið á alls konar bætefnum, en ef byggingin er sýkt sem að þú býrði í eða þú starfar í eða þú ert í skóla í, þá bara þarf svo rosalega mikið mótaðgerðum. Þú veist, þannig að það er svo margföld áhrif sem að ein sýkt bygging getur haft og það er svo misvægt hvernig fólk upplifir þetta sumir finn ekki neitt en sumir kannski finn eitthvað bara tengja ekki við þetta en allir eru í eiturefnasúpu það er engum hollt að vera í rakaskemmdi og miklu húsnæði og rakaskemmdir, fólk hugsaður já rakaskemmdir, það ekki bara allt í lagi og miklar hættuleg nei, það er nefnilega fullt í rakaskemmdum hvort sem að það greinist mikla eða ekki sem getur verið skaðlegt heilsunni þannig að blautt byggingarefni og sérstaklega svona eins og gifs eða pappi eða tré getur verið mjög skaðlegt heilsunni þó að þessi ekki búið að greina miklu eða eitthvað, rakaskemmdir sko, en hvernig eins og með, nú eru til svona miklu próf sem að fólk fer í eru þau rétt yfirleitt? Fyrir heilsuna eða fyrir húsnæðið? Fyrir, þú veist, ég menna þú veist, getur einstaklingur verið veikur á miklu en greinst úr svona miklu prófi bara frýr? Það er rosalega erfitt að greina miklu veikindi það er sko mjög sumir sem eru miklu veikir fá ofnæmi fyrir miklu tegundum en það er bara pínlítið prósenta að því margir fá bara ofnæmi fyrir öllum sköpum hlutum að því það sem gerist er að það eru ákveðin sko það vera að rannsaka þetta betur og til dæmis eigum við lækni sem heitir Una Emilsdóttir hún meira sig í að sérhæfa sig út í Danmörku og reyna að komast að tengslunum milli rakaskemmda miklu og heilsufars og veikindana og hún að greina, þú veist, nákvæmlega hvað að birtast yfirleitt og reyna að greina hvað nákvæmlega í rakaskemmdum og miklu sem veikir okkur. Því við vitum að rakaskemmdur og mikla veiki okkur en þá eftir að greina nákvæmlega hvað það í því og það eru margir hlutir líklega, þú veist, það eru svona lítil sveppaeitur og maður getur með þessi miklu sýkst inn í líkamannum, þú veist, í lungum og fleira en það eru svona sko sveppir eru mjög gagnlegir þeir taka allt efni sem þarf að brjóta niður og rotna á svoleiðis og búa til heilbrigða mold upp og nýtt þeir meira segja í Tjernobyl fóru að þekja mikið af svæðum þannig til þess að minnka geislavirkni og búa til sko æskilegt umhverfi þú veist við þurfum á sveppum að halda annars getum við ekki lifað þessu lífkerfi þeir eru mjög gagnlegir á svo mörgu leyti og eins og við búum að tala meira segja læknisfræðilegum þeir eru hvorki dýr, þeir eru ekki jurtir, þeir eru mjög heillandi. Þeir eru eins og töfra verur, en þeir eru byrjað að brjóta niður híbýlin okkar og senda frá sér svona lítil
duft eiturefni og svo leis sem ekkert endilega æskilegt fyrir okkur og fólk segir, akkur þið voruð í torfkónum og eitthvað svona, akkur eru við ekki þá, voru ekki allir dauðir það voru líka góðgerlar í moldinni það voru gerlar sem eru æskilegir fyrir meltingun okkar og þeir heldu sveppunum yfirleitt í balans í tjekk, já, alveg svo í maganum á okkur þú veist, ef við fáum sveppasýkingu þá tökum við góðgerla en svo voru stundum sýkt svæði sem voru bara torfkofar eða múrsteinabyggingar í biblíunni það alveg þekkt við höfum orðið mikluveiks bara frá öru við alda og kannski þegar fólk voru að tala umskiptinga og fólk sem tók berserksgang en var ekki að borða sveppi þá kannski stundum var svona það vitað að fólk getur fengið ofskynjanir, fólk getur fengið alls konar geðræn einkenni af svona sveppa vexti inn í húsi. Það fer bara eftir hvað tegunda hvernig fólkið og svona. Þannig að það rosalega erfitt að greina og margir þolendur hafa farið til 16 lækna með alls konar greiningar og bara fattu ekki að það var ein rót orsök. Það mjög algengt. Og hérna á Íslandi það voru nokkri læknar sem þekktu þetta en gáfu sér ekki út fyrir að veita meðferð við mikluveikindum en þekktu svona nokkurn veginn hvernig þetta getur birst og hvað þarf aðtuga og hvernig hægt að tjekka einhverjum ofnæmum í tengslum við þetta og svoleiðis. En svo var út frá þessum þolendahóp og út frá þessari vinnu bak við tjöldin að reyna að bæta hlutina þá var kona sem ákvað að stofna meðferðar úrræði sem heitir endurheimt. Það hægt að fá svona heilsu meðferð við mikluveikindum þar. Það ein kona sem læknir, ég veit ekki hvort hún vill einu sinni nefni nafnið hennar því að hún þekkti mikluveikindi nokkuð vel en það var svo mikið fólki, þú veist, hún gæti ekki sinnt þeim öllum, þannig að hún einbeiti sér frekar að safna rannsóknum, fræðslu og bara svona íta við pólitíst og svona bak við tjöldina því þú veist þetta var svo mikið, hún gat ekki sinnt öllum sem vildi fá aðstoð og hún hafði sjálf orðið mikluveik þannig að þú veist þetta var bara, hún þurfti að passa bara orkuna sína líka og svo hún Una Emilsdóttir bara í rauninni fór að sjá þetta sjálf, hún var að vinna á Akranesi og þar kom upp ykkur mikluveikindi, hún sá það var svona clusters, það svona ákveðin sem geta komið upp þú veist, það eyrnabólgur, það þetta hún fór að sjá ákveðin einkenni sem geta komið og eru algeng hjá fólki sem eru mikluveik og hún var bara svo heilluð af þessu, hún bara á mission að finna út nákvæmlega hvernig einkennin eru og nákvæmlega hvaða í þessu sem gerur okkur veik og það eru náttúrulega búið að koma fullt af nýjum rannsóknum síðustu 10 árin ef við segja kannski svona 8 árin mikið af þeim finskar og frá Skandinavíu soldið eitthvað frá Bandaríkjunum að þetta hápólitískt að svo mörgu leyti bæði fjárhæðir bara fyrir fasteigna félög, lyfjafyrirtæki og fleira. Þetta svona óbein pólitík en það samt hagsmunumál hérna víða en það sem ég vita, það sem ég sé algengt í svona veikindum eru síþreyta, ofnæmi og óþol, verkir og gigt og eyrnabólgur, tíðarsýkingar, tíðveikindi, augnóþægindi, asma. Þetta misjafnt náttúrulega eftir fólki og síðan eftir miklu tegundum og svo leiðis og aðstæðum. En það eru bara svona ákveðin þeir sem eru vanir eins og hún Una var læknin, þú veist, að þekkja þessa klöstera, þá getur þau spurt í kring og komast mér fljótlega að því hvort og ég náttúrulega vinn sem bætiefnaraðgjafi, þannig að fólk misopið fyrir að fara út í þessa leið, þannig ég svona testa aðeins, varstu búin að, þú veist, varstu ykkur umhverfiserfiðu eða eitthvað, þú veist, ég spyr stundum að því að þá gruna mig, það ykkur ákveðin einkenni sem ég tengi við að gæti verið svona, en það getur líka komið eitthvað svipað eins og þegar það mengun í lögnum eða það nikkel, bara hreint nikkel í lögn eða eitthvað svoleiðis eða það mengun í vatni eða eitthvað svoleiðis. Já, þú veist að þetta í rauninu bara eiturefna áhrif. Og þá til dæmis eins og krabbamein vöxtur sem að ónæmiskerfi ræður ekki lengur við.
Þannig ef ónæmiskerfi alltaf að vinna í myglu alla nóttina, þú veist, þá hefur það minni tíma til að sinna öðru. Að hreinsa út úr líkamannum, vinna og svona vexti sem komin eitthvað random. Þannig að þú veist, það má leiða líkur að því að allt sé erfiðara fyrir líkamann og þessi erfiðara að endurheimta yfir nóttina ef þú sefur til dæmis í myglu og það ára stanslaus. Og það sem við séð líka að fólk fær oft ofvirt ónæmiskerfi, það fer bara að bregðast við öllu, eða vanvirt, það fer bara að slökka á sér svolítið, þú veist, að því það svo vant rosalega erfiðum eiturefna áhrifum að það bara minnkar virkni og þá oft D-vitaminskortur, blóðleysi sem fylgir svo svona. Þannig að ég held sko að rosa mikið af sjúkdómunum sem við erum að eiga við núna séu út af svona ástandi í húsnæði, vinnustæða, skóla, út af mengun í fæðu eins og skordýr, eitri og fleiru og bara loftmengun út af umferð og svo list. Þannig að ég hef mikinn áhuga á bara svona heildrænum lækningum og áhrif umhverfis á heilsu og ég var einmitt varaformann samtakum áhrifa umhverfis á heilsu en það ekki lengur. Það er félag sem heitir SUM. Já, kallað SUM, já. Og þau aðstoða þolendur rakaskemmd og myglu mjög mikið og líka bara fólk sem margir sem lenda í myglu og rakaskemmdum fá fjölefna óþol. Fara að hætta að þola kemísk efni, ylvötn, finna mjög mikið ertingu af bara, þú veist, ákveðnum þvottefnum og bara eiga erfitt með þóli umhverfi og ég hef átt vinkonur fleira sem lendi í alveglegri myglu og gátt ekki fara út í búð. Það bara var mikið umhverfis áreiti þar og gátt ekki fara í leikhúsi því það var svo mikið ylvötn og eitthvað svona. Það hægt, sumir hafa náð bata af þessu fjölefna óþoli en sumir virðast sitja uppi með þetta rosalega mikið og jafnvel einangrist heimi á sér í bara að þola svo lítið og þá ónæmiskerfi og eiginlega ofvirt, en svo hinum megin það verið að spúa út nýjum efnum í heiminum. Það bara eitthvað, ég man ekki hvað það er eitthvað hundruðir af nýjum efnum og hverju ári sem við verið að spúa bara út. Þannig að ónæmiskerfi okkar náttúrulega bara svolítið undir stöðu undir áreiti alltaf og svo fyllist bara bollin og fólk fer bara, það verður yfirþyrmandi fyrir líkamann og taugarnar líka og þessi sveppáhrif oft mjög tengd taugunum að því þetta að magaflóran og meltingin fyrir oft í ólag og magaflóran og meltingin beintengdin í taugakerfið og þetta oft tauga áhrif að því sveppri geta haft gagli áhrif fyrir taugarnar, sumir og sumir kannski bara og eins og með systur mín að hún fekk sjóntaugabólgu og það vist mjög algengt að ákveðna myglutegundir setjist bara hérna á vesenu sjóntaugina. Þú veist þannig að það svona alls konar skrýtni hlutir sem við sjáum að sé algengt. En bara fyrir svona 3 ára síðan vildi fólk alltaf ræða þetta, hvað þá að þetta væri endilega skald heilsunni en svo bara einhvern veginn ekki hægt að neita þessu lengur, þessu tengingu og það bara svo mikið af rannsóknum sem sína fram á þetta núna. Já, að það séu alls konar tengsl og til dæmis flesta rannsóknir, ég flokkaði rannsóknir eftir hvað áhrif gætu komið fram og svefntruflanir var bara, ég var komið með held í 5 rannsóknir og eina íslenska á hrotum, svefntruflunum og vesinni sem tengdust umhverfis áhrifum, rakaskemmdum og myglu í húsnæði og það rosa mikið til dæmis svefnleysi í gangi bara í samfélaginu núna og börn mikið líka með svefnleysi og svo stelpa mín gat illa sofið þannig í myglunni þannig að það líka eitthvað sem að ég finn sem tengingu það líka mikið af börnum í dag því ég bætamniráðgjafi með hægðatregðu og í svona miklu ástandi geta börn fengið annarkvort niðurgang eða miklu hægðatregðu. Sonur minn þegar hann var í gamla húsinu sem við veiktumst í hann fekk svo miklu hægðatregðu 2 hann þurfti að fara upp á spítala af aðstaf samt voru við að gefa henni sveskimug og hitt og þetta og eitthvað það bara duði ekki til þannig að sko það svo mikils til að vinna ef það hægt bara í kerfinu að minnka líkur á þessu bara pínulítið og
sko Píratar voru með tvær þingsaláttunartillögur sem að ég tel að geta verið mjög gagnlegar í þessum efnum sem að við eigum von á skýrslum hvernig á að innleiða þessar tillögur að bregðast við þeim núna þessu ári. Ein samræmda ástandsskoðun húsnæði sem Björn Leví var með og þá erum við bara verið að tala að fyrir sölu þá sé bara eitthvað checklisti sem að fagmanneskja myndi bara sjá og þá bara kvöð, þú veist, að því að það mjög erfitt að vera berjast þessar litlu fáu íbúðir sem í gangi núna fyrir kaupendur og setja kvöð ástandsskoðun en eiginlega allur skaði sem hlýst af skemmtu húsnæði lendir á kaupanda eða eiganda og það í rauninni hvati eins og í kerfinu fyrir eiganda sem búin að lenda í vandræðum að lappa upp á húsnæði og fela þetta og reyna að koma því yfir eitthvað annað. Það náttúrulega ekki gott ef að kerfið þannig byggt að það sé hvati til þess að svindla á næsta manni og þá þarf hver eigaði bara við sína samvisku. Eins og þegar við vorum að selja okkar húsnæði og búin að gera við 3 hollum þá sagðum við samt frá því að við höfum gert við út af þessu en við sögum líka nákvæmlega hvað við höfum gert og hún var bara, já, þú veist, hafði engar áhyggjur af þessu en hún var ekki hrædd við þetta, eitthvað þannig sem keypti en það voru við líka búin að fá helstu sérfræðinga á landinu til að taka allt húsið í gegn en sko og svo Halldór Mogensen var með 6 liði í þingsályktun hvernig var að hægt að bæta bara kerfið og á ég lesa kannski hvað var í henni eða bara gera það eða bara fólk getur leitað bara uppi það sem sagt bara þingsályktun maður getur googlað þingsályktun til að Mygla og Halldór Mogensen þá hægt að finna þetta en svo var að berast sko svar frá innviðaráðuneytinu það sem að Halldór hafði spurt svona fyrirspurnir ýmislegt og svona og það var rosa lítið sem kom fram í þessu svari fannst mér nýtt nema bara eitthvað svona já það er svo margt sem þarf að rannsaka svo margt sem þarf að skoða það er að leita gagna og svona og það sem að ég var svolítið ósátt við sko þegar við varum að loka nýsköpunarmiðstöð Íslands og tæknisetur var stofnað í staðinn og ég held að það tæknisetur ekkert endilega að fara að lifa neitt mikið lengi og í staðinn voru stofnaðar svona sjóðir sem hægt að sækja í en í rauninni var verið að minnka pening og minnka fjármagn til grunnrannsókna minnka eftirlit og þau voru í rauninni að reyna að loka á Myglurannsóknir og rannsóknastofu byggingarinnar og það vantar að geta testa meira já og þú veist þetta voru mjög ljótar að mér fannst aðgerðir en svo kom að í Fossvogsskóla var og svo mikið fólki í þessum flokki með börn sem voru að veikjast og þá einhvern veginn var ekki hægt að bara einhvern veginn vera, mér fannst þetta svolítið liðholt fasteignafélögunum að því mig grunaði þau voru með svolítið margar skemmtar byggingar sem þau hefur losað sig við þau eru fatt að þetta verður mikið vandamál og miklu rannsóknir voru ekki endilega æskilegar þú veist og eitthvað svona og helst bara tefja fyrir því og eitthvað og þetta var inn í aðgerum sem að ég myndist halda sem ég greinir sem að viðleitni sjálfstæðisfólks til að taka nýsköpunarmál á landinu undir sig og sína að því, þú veist þetta ekki hagstætt fyrir verktakana og já, sko, miklumálin eitt en nýsköpunarmálið annað ef þú ert með fólk eins og Elon Musk og fólk eins og Bill Gates sem eru að pengast eitthvað þau eru rík það er vesen ef þú ert ráðandi stétt ef þú ert ráðandi stétt þá viltu náttúrulega bara hafa nýsköpunarmál undir þér af því það er svo mikil möguleiki á að auðgast og að fá nýja tækninýjungar og eitthvað. Þannig að þau gerðu ýmislegt til að halda nýsköpunarmálum frá almenningi og frá hinum almenna borgara og gera það erfiðara og dýrara fyrir fólk að sækja ráðgjöf og fleira en setja svona eitthvað svona sjóði og segja að það væri betra núna þú veist, og svo segja bara eitthvað fallegt ofan á en sko þau og svo settu þau, þú veist fyrirvandi bæjarstjóra Garðabæjar án þess að auglýsa undir nýsköpunarmálinu og eitthvað, þú veist, þetta er bara allt eitthvað svona, þú veist, þetta er bara undir sig og sína, þú veist og og leið og mér fannst sko, þetta væri svolítið liðholt fasteignafélögunum bara minnka þessar Myglurannsóknir, slaka þess á þessu og meðan þau voru að reyna að losa sig við lélegar eignir
það var það sem mig grunaði. Ég get ekki, þú veist, ég er ekki með gögn fyrir því en ég get alveg fært rök fyrir því af hverju ég held þetta. Og síðan bara var þetta svona svolítil aðför gegn miklu rannsóknum og eftirliti og öllu svoleiðis, nema svo kom á móti að fólk var svo reitt, það var sjálf með veikbörn í Fossvogi, fólk sem í þessum flokki. Og þá kom þrýstingur og þá kom það inn í borgarpólitíkina að þau voru að kenna, þú veist, meirhlutunum og það er alveg rétt að það var mikið klúður í miklu málum í borginni, alveg bara hryllilega mikið, en ég og er ennþá. En ég get sagt að Pírötur gerðu sitt allra besta og stigu eins mikið inn og þar gátu að bjarga því sem hægt var að bjarga, það er mín upplifun. Og þær tóku fundi með mér og fleirum og reyndu að koma þessum ferli inn, svo þetta sé ekki bara alltaf að giska að finna pjóli ykkur en einasta skipti og síðan að það kom. En nú eru samt mismunandi, sko, það eru mismunandi ferli í gangi í mismunandi skólum. Þannig að stundum er verið að taka á hlutanum og stundum er verið að býða og flytja krakkana hinga og þangað og einhvern veginn verið að draga hlutina von og viti. Þannig að það eru svona aðeins mismunandi og foreldrar, það voru foreldrar hérna í mitt, hafa verið foreldrar úr miklu skólum sem hafa verið að taka sér saman og reyna að berjast í þessum málum, sko. Já, og ég hef verið í sambandi við nokkra hópastundum. Þau fengið rannsóknir hjá mér og ráðgjöf og svona við bara í þessum, og ég gerði einhvern tímann samrænt bréf til skóla, þú veist, sem hætti að vera að taka svona template og séðan breyta. En sko málið er að það sem við greindum, við sem vorum að reyna að vinna í betrumbótum í þessum málum, var að það er næstu allir skólar og leikskólar upp til hópa voru með einhverju alvarlega miklu rakaskemmdir. Það var bara svo erfitt að horfast í augu við það. Þú veist, ekkert allir, kannski, þú veist, en rosalega mikið, meiri hluti, myndi ég segja. Og síðan spítalahúsnæði og mjög illa farið og félagslegt húsnæði. Það voru þessir 3 svona megin þræðir í opinberu húsnæði sem að okkur fannst bara alvarlegt, sko. Og mér finnst mikil breyting í skóla, þú veist, það er allt öðruvísi tekið á því ef grunin kemur upp á miklu núna heldur en fyrir 4 árum síðan. Það var bara, sko, og ég lendi í að vera baku tjöldin í einum skóla, það var svo alvarlegt hvernig þau reyndu að hilma yfir þetta, að því þau voru hagsmunir þannig undir, að þau skipulagsbreyttu kennara í burtu og neituðu barnum skólavist undir öðru yfirskinni til þess að reyna að bjarga andlitinu sínu á meðan til þess að reyna að verjast, þú veist, þetta eru svo ljótar aðgerir að því fólk bara fór oft í afneitun og fór oft svona í mótaðgerðir og mót okkur til þess að afneitun að það væri eitthvað ekkert að sjá hér, þú veist, það er ekkert að hér, að þetta, þau hugsaðu bara, þetta kostar svo mikið, ég lendi í vandræðum í vinnunni minni eða það er nú ekki svo mikið að rannsóknum fyrir þessu eða eitthvað, en það endaði með þessum skóla að þau þurftu að horfast í augu við þetta að lokum og þau þurftu að loka heilli byggingu, hún var ónýtt en þau voru bara í afneitun mjög lengi, marga mánuði og þá voru börn farveik allan tíman hana, illt í maganum, gátu ekki verið sokkum, það var svo heitt á tannum og eitthvað og svo reyndu þau að selja hann þessa byggingu, einhverjum svona afslætti setnum sumar, þetta var svo brandari sko, á svona brunótsölu þú veist, og hérna en núna þá kemur ég sé bara muninu eins og þólendur koma að málu við mig þannig í miðgarði í Garðabæ og sögðu, þólið þú að vera inni, finnur þú ekki? Ég bara, jú, það er mjög þungt loftinn inni, það er mjög mikill raki í loftinu og það er eins og sé efni, þú veist, en það er náttúrulega svo nýtt að geta verið útgöfun á efnum en jú, ég finn fyrir óþægindum og þau bara, já, við getum ekki verið inni, þú veist, þessi viðkvæmustu og þau bara, ég þarf að flytja barnið mitt, sko, úr íþróttum hérna, ég get ekki þannig að því þá var ég komin umhverfisnefnd í Garðabæ, þá sendi ég bara strax post og útskýrði hvað við vorum að finna fyrir og hvernig mér fyndist vanta upp á loftun hann inni, á loftræstikerfi var ekki sinnaði og svo kom ég ljós í samskiptum við hann að þau voru líka ennþá að vökva gervigrasið
fyrir leikir. Já, þannig að það náttúrulega veldur rosa kannski uppgufun. Og þegar það svona nýtt hús, það fara að lefa þeir lofta út, sko bara byggingaraki ennþá mikill. Þannig að svo batnaði loftun hann mjög mikið eftir það, en þau fengu ykkur sérfræðing á staðinn sem síðan fundu, og það hafði flætt inn þarna. Já, ok. Þannig að fyrir, sko, og ég hefði viljað, ef ég var bara ekki kjörin í neitt þá, ég gæti ekki sagt neitt þá, ég var ekki garabæðlistan þá, ég var ekki umhverfisnefnd þá, en ef ég hefði sinnt viðbröðum, þá hefði bara fengið eflu strax í að meta hvað þyrfti að gera til að bregðast við. En svo kom í ljós að það var sveppur hana, þú veist, einhver sem þarf líklega, og þau hefur búin að spritta á að mikið að núna. Mér finnst þetta loftun ekki alveg nógu góð ennþá, ég þarf kannski að tala við þau út af því, en svo ætlaði þau skiptum undirlega þarna einhver tíman, en svo bara, En bara svona að lokum, sko, ef að fólk að finna fyrir einkennum og óttast að það sé eitthvað, eða veit það, og það getur leita til þess að samtaka þannig Já, samtaka áhrif umhverfis og heilsu. Það líka bara mjög mikið upplýsingum á síðunni, bæði bara varandi ýmislegt, bara varandi rannsóknar, fyrstu viðbrögð, hvernig þegar þú komið fjölöfna óþól, og það líka máli hafa samband við samtök áhrif umhverfis og heilsu ef að það er loftmengun eða þú lent í mengunarslýsi eða eitthvað svoleiðis. Þá er bara fínt að hafa samband líka og auðvitað tilkynna bara til yfirvalda líka á svæðinu, þú veist, og en svo sko úrræðin sem við höfum í dag, það er náttúrulega það er hægt að fá einhvers konar meðhöndlun hjá Endurheimt, læknar, það er hægt að tala bara við þólindahópin, það er til dæmis á Facebook hópur sem heitir þólindur rakaskemmd á Myglu og þar er hægt að fá upplýsingar svona hvaða læknar eða heilbrigðismennta fólk er svona með einhverju kunnáttu. Og er ekkert svona algengt að fólk ennþá bara mæti einhverju tómleiti hjá læknum að það hafi ekki trú á því að þessi með þess og þessi veikindi. Jú, ég held að það sé alveg til, þú veist, ennþá, en það er náttúrulega erfiðar að rífast þetta núna. Þetta er eins og þegar ég var með barnið mitt lítið, hana litlu sem var svona veik, og það var bara einn meldingarsérfræðingur barna, held ég, á höfuðborgarsvæðinu þá. Og ég var að tala svona góðgerðla og svona, hann ætla að bæta ráðgjafi og hann bara, já, það er nú einhverja kenningar að góðgerðlar hafa einhver svona hlutverk og þú veist, það var bara alveg, þú veist, en núna vitum við alveg, þetta er bara vísindi, þú veist, þú getur ekki sagt þetta núna, hann sagði þetta fyrir, þú veist, 7 árum síðan, þú segir þetta ekkert núna. Þannig eins með, þú veist, rakaskemmd á Myglu, þetta búið svo mikið í fréttunum, þetta var í krakkaskaupinu, þú veist, þetta er bara, þetta er allstaðar, nú er þetta miklu, þú veist, þetta er allt annað. Þetta er náttúrulega bara, það verður bara forvöldilegt að sjá, sko, hvernig þessi kynnsla sem núna er að vaksa úr grasi, sem er búin að vera í grassarandi Myglu skólum, sko. Hvernig þau eftir að umgangast húsnæði eða hugsa opinbera byggingar í framtíðinni. Akkurat. Og eins og þetta er núna, sko ég veit að það eru mjög margt ungt fólk alveg bara örvandi fullt að fá heimili, en sko eins og þetta er núna þá þarf maður að passa sig að kaupa ekki köttin í sekknum og maður getur mist ævi allar fjármagni sitt í svona. Ég þekki fólk sem að lendi í þá eru einhvers konar sýking, einhvers konar termítar eða eitthvað, ég man ekki húsmör eða eitthvað svo leiðis og mygla í húsnæðinu, en þau eru svo duglega, þau eru bara búin að reisa sig upp og nýtt og upp og svo öllu saman. En það var eiginlega engin, þú veist, skaði bættur, þetta er svo rosalegt, bara það er kaupandinn sem ber ábyrgð öllu, þannig að það er skylda kaupanda að skoða eignina vel, þannig að ég mæla alltaf með því að það vera að kaupa eign að fá ástandsskoðun og setja bara fyrirvar að það standist ástandsskoðun meiri segja nýtt húsnæði af því það er fullt af nýbyggingum með göllum og svo mæli ég með því fólk eldi upp í verktaka sem hafa gott orðspor að byggja öruggt og heilnæmt húsnæði og síðan bara já, ef það er komið ef það er vit og svo bara svona umgengnis við húsnæði hafa alltaf smá loftun ef hægt er ef það er mikill rakin og baðherbergi hafa viftu sem hægt er að kveikja á þið vitið eða eitthvað skona loftun og það sé ekki vöku inn veggjum og svona það er rosalega margt að gera og það er meira sér líka bætefnaráð og svona inn á samtökum áhrif umhverfis á heilsu
síðunni, bætum það ráð fyrir fólk sem er búið að lendi miklu veikindum, þannig að það rosalega var mikið gaglegt þegar þetta var allt komið og orðið opinbert, að því við vorum alltaf að handmata fólk einn í einu með einhverjum upplýsingum eða, þú veist, og þá var þetta svo mikil vinna. Akkurat. Og svo margir veikir. Herru, þakka kærlega fyrir komuna og að ræða þetta við okkur. Þú ert alveg greinilega mikill upplýsingabrunnur og mikla reynslu. Já, takk fyrir það. Og erfiða reynslu af þessum málum. Já. Þannig að ég bara óskar góðs gengis í framtíðinni. Takk, sem er leiðis. Já, ég bara með það ánægilega að til hvers erfið reynsla og til hvers missir og veikindi og svona, nema ef að það hægt að búið til eitthvað gott úr því, þannig að ég get alveg verið mjög sátt við hvað mikil meðvitund í dag og hvað fólk það vera, og þú veist, og eins og hvað búið að gera við marga skóla núna. Það mun alveg skila sér inn í kerfin sem auður, þú veist, heilsu auður og sparnaður á kostnaði. Þannig að, já. Takk fyrir. Takk fyrir, kærlega.